Já, Davíð, tap í dag, bara, hvernig líður eftir leikinn? Bara þungt tap, enn og aftur leikur sem við töpum sem við finnst ekki að skilja að tapa. Frábær fyrri hálfleikur, lágu svolítið á okkur í seinni hálfleik, sköpuðu sér ekki neitt fyrir en að við skora markið og þá reynum við að sækja á það og tökum áhættur og þess vegna fáum við okkur annað markið en bara ótrúlega ánægð með strákana í dag. Mér fannst við gríðarlega vel spilandi og bara að einhverju leitinu með nokkra yfirburði hérna sérstaklega í fyrri hálfleik og það er svona bara þetta sárt tap en við ræddum það fyrir leikinn að ætlum okkur ekkert endilega að vera betri í 90 mínútur, við ætlum að vera betri í momentum og því miður tókst okkur það ekki í dag. Það myndir segja að það er alltaf tvískiptur hálfleikur? Tvískiptur leikur? Leikur myndi ég. Já, að einhverju leiti, alveg klárlega. Mér fannst við, eins og ég segi, virkilega góður í fyrri hálfleik. Mér fannst við líka bara virkilega góður í seinni hálfleik. Mér fannst við vel skipulagðir og afturhaldið aðeins meira með boltann en á þess að meiða okkur neitt. Fyrir að við förum að einhverju leiti í óskipulaða pressu, slitnar aðeins á milli og langur fram og hélt fyrst að það væri rangstæður en mér skilst að svo hafi ekki verið. Bara þeir eru náttúrulega með stórkostlegan leikmann í sínu liði sem eru náttúrulega að klára leikina fyrir þá og það er til miður það sem skilur á milli í þessu í dag. Svona áður en markið kemur þá voru frekar þéttir tilbaka. Ertu ánægður með þess að varna vinna upp á markinu? Já, klárlega. Þeir sköpuðu sér ekki neitt. Áttu lítið í hornspyrnunum sem þeir hafa verið gríðarlega sterkir í og raun og veru brautu aldrei línu hjá okkur. Þannig að ég bara ótrúlega ánægður með liðið og ótrúlega ánægður með skipulagið á liðinu. Mér fannst við gríðarlega góður á boltanum fyrir hálfleik og bara synd að hafa ekki náð að skapa meira út úr því. Fengum fínar stöður en kannski ekki alveg nægilega afgerandi stöðu til þess að klára leikinn en mér fannst ofboðslega orka í Njarðvíkurliðinu í dag og ég er bara hrikalega stoltur á strákunum þrátt fyrir þetta tap. Nú er þetta mót svona traditional mót, hálfnað, bara nú Afturelding í Njarðvík í 7. sæti, bara hvernig lítur á mótið svo far? Ég ætla bara að segja það sama og ég sagði svo sem í síðasta viðtali. Mér líður ennþá þess að við höfum ekki tapað leik sem við bara átt skilið að tapa leiknum spilanlega séð. Þannig auðvitað eru það þessi stóru móment og það eru mörkin sem telli í þessu og það er bara gríðarlega svekkjandi og þetta verið líka einhverju leiti svona óheppinn með meiðsli, bara eins og Valdi er búinn að eiga virkilega góðan hálfleikinn í dag, þarf að fara út af í hálfleik. Ómar er að koma tilbaka eftir meiðsli, Freysteinn er kominn á alvöru skrið, hann fer svo í aðgerð. Þetta hefur verið svona aðeins stöngin út hjá okkur en gríðarlega bara ánægð með lið, við erum það lið sem hefur svona aðeins þurft að söffera með þessa hluti og ég held að það gerir ekkert annað en bara styrkja okkur komandi inn í það sem að framundan er. Við erum að auðvitað fara bara inn í seinni umferðina, hún verður bara mjög erfið alveg svo fyrri umferðin en ég held að það fyrir mikið að gerast þess að við bætum mikið stigasöfnuna í seinni hlutunum. Eins og tala Ómar er komin tilbaka, þetta er fyrsti leikur sem hann byrjar eftir langa ferð bara, hvernig finnst þér hann vera kominn? Já, bara frábært að fá svona sterkan og góðan leikmann eins og Ómar og ég meina, mér finnst hann frábær í þessum leik í dag og það sem kannski veitir gott fyrir okkur er að við vitum að það býr ennþá meiri í honum og hann er bara að vaxa sjálfur, bara líkamlegt form og þess áttar og eins og segir sjálfur að fyrsta startið hans og hann bara stóð sig gríðarlega vel í dag, var óbúslega vinnusamur og tilbúinn að fórna sig fyrir liðið sitt og í raun og veru var ekkert mikið að sjá, hann hefur verið svo lengi frá.